Það ekkert langt síðan að menn sótt lóð og sveitafélögin bara ég ætlum að byggja hér, svo verður bara lottó, þið borgið gatnagerðargjöld og svo þess að samgefnu krónutölu hér fyrir lóðina og það var ekkert hæstbjóðandi eitthvað svoleiðis og það sem þetta hefur það að verkum að sveitafélög eru raun að vera að heimta ótrúlegt hlutfall af kostnaði eignarinnar. Ég meina kostnaður eignarinnar einhver ákveðin, gatnagerðargjöld og byggingaréttagjald sem var svona sett á að því að hérna í COVID þá virkilega náttúrulega voru lágvaxtastefna og þá voru allir að kaupa, við seldum bara blokk á einni helgi sem heldur ekki eðlilegt. Það á ekki að vera þannig heldur, neyðin á ekki að vera þannig á markanum að fólki komi hlaupandi, skoði ekki einu svona íbúðuna og bara býður yfirboð strax af því að það kemst ekki í íbúð. Þetta var þannig þegar lágvaxtastefna var, þegar við vorum að reyna að halda öllu gangandi gegnum COVID. Það sem gerir það verkum að þegar lóðaverð eru svona mikið, þá geta minniverktakarnir svona hátt, þá geta minniverktakarnir ekki heldur keypt lóðina til þess að komast að stað. Skilurðu? Þannig að það er verið að útiloka minniverktaka sem gerir það verkum að afköst byggingageirans á Íslandi er ekki nærri því í botni.